Og næstan bjóðum við því á svið Jakob Tryggvason, formann félags tæknifólks, en hann ætlar að fjalla þróun fagbréfa í tæknigeiranum. Ég gef Jakobi orðið. Veistu því að þú kunnir á tæknina? Skulle vona að ég kunni eitthvað á tæknina. Sjáum til. Heyrðu, já, takk fyrir. Þetta hraðasóð erindi, þróun fagbréfa, ég svona sættist yfir þetta hvernig einhvern veginn við ætlum að sjóða yfir eitthvað sem hefur verið svona ástríðumál í meira en 10 ár og koma þetta í skil og kannski 10 mínútum svona, ég vona að ég fari ekki út af sporinu með þetta. En einhvern veginn fannst mér allavega þegar ég að reyna að sjóða þetta saman að við ættum kannski að reyna að tengja þá fagbréfin við samhengið, það sem við erum að gera á öðrum vígstöðum, sko. Hvað erum að vera og hvað við erum að vinna innan kjarasamninga og svona hvað vandamálið sem við vonum að fagbréfin hjálpa okkur að leysa. Herðu, já, ég heiti sem sagt Jakob Tryggvason og er formaður félagsins. Félagið, nú ætla ég að halla þessu svo ég sjá eitthvað á skjáinn. Við erum sem sagt stéttarfélag og félag sem er á aðild að RSÍ og þá ASÍ og svo leið þá aðild að samstarfi fagfélaganna upp á Stórhöfða. Það að verða alltaf meira og meira skilgreint, svona þess að koma þessu að. Verðum örlítið að taka söguna en ég ætla ekki að gera það mikið meira heldur en þarna í 2 litlum setningum. En árið 2020 þá sameinust 3 félög undir merkjum félags tæknifólks og núna 11.11.2024 gekk svo félagið símamanna í hópinn líka. Og við erum því bráðþroska 2 daga gamalt félag en eigum samt sögu sem næði til meira en 1 aldar. Við höfum miklar væntingar til fagbréfanna sem við erum að leggja af stað með, bara eiginlega akkurat núna. Við sjáum fagbréfin sem verkfæri sem staðfestir hæfni og ábyrgð í starfi og leið hvaða þættir eiga ekki við viðkomandi starf. Þetta svolítið hluti af einhvers konar korti sem kemur svolítið rauður þráður í það sem ég er að reyna að teikna hérna upp í gjaldglerunum okkur. Sem á hluta því að bæta öryggismenningu með því að votta þá þætti sem að öryggi snúa og sem styður þá líka við eðlilega þróun í starfi og á milli starfa. Nú erum við farin að tala transferable skills eins og hann vinnur okkar Mats var að tala svolítið mikið hérna. Sem þarf að þróa áfram svo það nái enn til fleiri þátta. Þegar mér finnst við vera komin mjög langt með fagbréfin en það vantar nokkra bragðtegundir ennþá. Meira það síðar. Smá svona til þess að lýsa okkur svona sem mengi. Þetta er félag, við erum svona cirka 2200 félagar, til okkar greiða það bil 700 launagreiðendur. Og svo var þessi kreditlisti sem er svona eins og í bíó, afurðin að samtali mínu við gervigreind í gærkvöldi. Það sem við vorum að reyna að taka við, þess vegna er þetta á ensku, við treystum okkur ekki íslenskuna sameiginlega. Það sem við vorum svona að reyna að taka og skoða störf sem eru tæknitengd innan skapandi greina, upplýsingatækni og miðlunar. Þetta er svona 1/10 listanum, ég held að það séu 250 cirka starfsheiti sem eru þarna og það var samt ekki tæmandi þó að ég væri komið með 2000 starfsheita lista. Sko. Þannig að við eigum smá verkefni fyrir höndum, einhvern veginn þurfum að skilgreina þetta og ná þessu og endurspegla þetta í litla íslenska samfélaginu og á íslensku líka. En hvað það þá sem sameinar þetta skrýtna flókna bakland? Sumum það kannski ekki mjög augljóst, meira segja gildissvið samningsins okkar sem við erum svona rétt að verða búin að smíða, þannig að heilstæða samningin. Þá er þetta samningur sem gildir fyrir sérhæfð tæknitengd störf í fjölmiðlun og annarri miðlun, upplýsingatækni, hugverka, fjarskipta og leikjaiðnaði, sviðslistum, kvikmyndum og viðbragðsþjónustu. Og svo höldum við áfram og skýrum út sem dæmi störf og þá kemur heil málsgrein af þeim. Sko. Þannig að það sem við erum svona kannski að reyna að benda á er að þetta eru samt allt störf sem eru í tiltölulega nýjum starfsgreinum. Við berum saman starfsgreinans Finnbjarnar sem er svona það bil 2000 ára gömul, hann er uppalega trésmiður. Þá eru þetta störf sem að kannski byrja að þróa svona cirka þegar fjölmiðlar fara hér í loftið, svona kannski upp úr því að kaninn hættir og við hættum svona cirka, ef ekki að segja þetta fara að stækka svona þegar við hættum, eða byrjum að senda út sjónvarp á 50 dögum. Svona, og svo fór þetta að stækka ennþá hraðar þegar við fundum upp eitthvað sem heitir internetið. Þannig að þetta er tiltölulega ungar greinar, eiginlega allar. Og þetta er samt svona einhvern veginn, við erum öll einhvern veginn í svona kreatífum störfum, tæknitengdum störfum, við erum og svona, þannig að það er mingið þarna þó það sé kannski utanaðkomandi ekki mjög augljóst. En þegar að starfsgreinar einmitt byggjast hratt upp eins og okkar greinar
Og án þess að sé huga grunnstóðum greinana, þá getur niðurstaðan verið starfsumhverfi þar sem er svo plaga með vandamálum, eða vandamál geta skotið rótum. Samkennistaða er skökk og þá er ég bæði við sjálfstætt starfandi fólk, fyrirtæki og annað, af því að hvatinn til að undirbjóða eða einhvern veginn á öðru leyti selja sig eða svona fara fram undir fölsku flaggi er einhvern veginn miklu meiri heldur en að bjóða vandaða afurð og öryggi og það vantar, og af því það vantar í rauninni alla mælikvarða samanburð. Þú getur einhvern veginn komist upp með það þegar það vantar þarna inn á. Svo er líka starfsþróunin skert og þá erum við að tala þessa, hvernig við haldum áfram að þróast í starfi, höldum fólki inn í greinunum, það er vandamál sem við þurfum að tækla. Og svo þetta, ef þú ætlar síðan að taka með þér það sem þú hefur verið að læra í faginu, og nú er alveg fínt að þið hafið huga einmitt dæmisögu þennan vin Mats sem sorry Mats, I'm referring to your friend that was in the music business in Sweden for 15 years because we're pretty much a union made of people like your friend. Við erum með fólk sem veit mjög mikið, er mjög sérhæft, oft með erlendar gráður eða námskeið sem eru ekki tilbúið til eða endurspegla á Íslandi, en gerir sér oft ekkert grein fyrir verðmætunum og hvað það getur tekið með sér áfram og farveiðirnir eru mjög takmarkar í að gera það og þjónusta það. Og svo það sem er svona rauður þráður núna, því það er eitthvað sem við verðum bara að bregðast við, það er skert öryggi. Og ég er ekki að grínast með það. Við erum í alvöru að taka séns á lífi og limum fólks, bæði sem starfar í greinunum og líka þeim sem eru, njóta þess sem við bjóðum. Og bara verðum að bregðast þar við og fagbréfin geta verið stór partur af því. Engu að síður eru síðan þegar við brettum við bermar og byrjum og þá eru þarna áskoranir. Formlega skólakerfið er ágætt og skilar því sem það skilar, en engu að síður er ekki uppbyggt þannig að það geti skilað þeim þörfum sem við þurfum. Mögulega hins vegar og líklega þegar að starfsgreinar eru orðnar það þroskaðar hver og ein að þá er hægt að fara að bjóða upp á formlegt nám, en þangað til þarf boltinn að vera hjá baklandinu og símentuninni, framhaldsfræðslunni og þeim aðilum. Vottanir og nám frá erlendum aðilum eins og ég nefndi áður, það er mjög mikið í tölvugeiranum, kvikmyndageiranum, uppsetningu tæknibúnað eins og við erum með hér sem af stöðlum, 3 stafa skammstöfunar diplómum sem hafa í rauninni mjög lítið gildi hér á Íslandi nema bara akkurat innan þeirrar greinar sem við erum að tala og oft mjög verðmæt störf og háum launum, en þetta fólk líka þegar það verður þreytt í akkurat því starfi sem það fer inn í hefur enga leið til að taka þessa þekkingu með sér yfir í önnur störf og rauninni þá þarf að parkera því og byrja aftur neðst í næsta þrepi. Og svo þetta sem ég nefndi áður líka, fólk stoppar mjög stutt við í greinunum. Við erum með gríðarlegan áhuga að komast inn í kvikmyndabransan eða inn í sjónvarpsbransan eða inn í tölvuleikjageirann eða guð má vita hvað það er annað. Þetta eru spennandi störf, það er mikið að gerast, hraðinn er mikill, en það er ekki nema brot sem heldur áfram og eykur hæfni sína, fer áfram, bætir við sig, verður að svona þessu mid-level, og mánta mig gott einhvern veginn orð svona akkurat þegar að hugsa. Þannig að það er eiginlega svolítið svoleiðis að vera með stóra púlli af fólki á neðstu hæfniþrepunum og svo erum við svona einhverja sem eru farnir að safna enni aftur á nakka og gráum hárum sem eru svona hunga inn í geirinum og halda áfram. Þá er það með viðbröðin. Rauninni baklandtæknarina, 2 mínútur, Jesús góður, þetta gengur ekki. Viðbröðtækningarina, við erum búin að vera frá því 2008 að velta þessu fyrir okkur. Byrjuðum og höfum þróað raunfærni mat, við höfum verið tekið þátt í þróun styttri námskráða, námskeiða, kalla til aðila á vinnumarkaði og fleira. En það sem er augljóst að við þurfum fagbréf fyrir vel flest störfin okkar aða og hafið í huga þessi 2000 starfsheiti sem ég var að velta þarna í gegnum skjáminn áðan. Við þurfum samhliða þess að kortleggja hæfnigreina öll störf, ekki bara þau sem við erum að fara í fagbréf með, við þurfum að teikna upp allt kortið, við þurfum að fá heildarmyndina, þyrlusýnina sá ég einu sinni í glæru frá fræðslumiðstöð atvinnulífsins sem mér finnst mjög góð, af því að hún er ekki til. Það er fínt ef við ætlum á leiðin til Íslands sem leyfur efni eða eitthvað, en við vitum ekki hver Ísland er, en það væri mun skárra að hafa allan að gróft kort sem að við sirka svona hvert við erum að fara, sko. Eða finna Ameríku, ef við förum þangað. Og í framhaldi er síðan líka í skoðun að við þurfum væntanlega að smíða og búa til leiðbeiningar, svona biblíurnar, fagbiblíur, öryggismál, af því það er bæði farvegurinn í að yfirfæra þekkingu og milli fólks, veitir eftirlits og þjónustuaðilum verkfæri til þess að taka þátt í faginu.
og sömuleiðis þeim kaupa þjónustuna að geiranum. Þau hafa mjög litlar forsendur til þess að meta gæði þeirrar vinnu sem við erum að bjóða. Og saman getur þetta allt grundvallað bætt starfsumhverfi og í sumum tilfellum bætta eftirfylgni og eftirlit eins og hérna við. Og því þá spurningin núna, og það akkurat það sem við erum að gerast akkurat núna, að fagbréfin eru í þróun og við erum að tengja þau beint við okkar kjarasamning. Hæfniþrep íslenska menntakerfisins með viðbóta skilgreiningu sem falla betur að hæfniþörfum starfa tekin inn í samninginn. Þetta í fylgiskjali það sem með og aftur getur þetta í huga það sem vorum að tala sem sagt, ábyrgð og hæfni þriðja hringinn í glærunni sem einum að glærunni hjá Mats og það ágætis mynd á þessu. Það sem vantar svolítið inn í íslenska grunnhæfniþrepið eins og þeim lýst í fyrir menntakerfið. Og svo eru lágmarkslaun bundin við einmitt þessi hæfniþrep og við erum að semja lágmarkslaun á 6 mismunandi hæfniþrepum og bókanir og annað texti samningsins opnar á innleiðingu hæfnilauna kerfa á vinnustöðum og ég veit að það sér erindi það hér á eftir. Síðan þurftum við aðeins að aðlega framkvæmdina með hvernig fyrstu fagbréfin voru. Núna að því að við erum með alla þessa skrýtnu flóru og mjög mikið að litlum vinnustöðum þá gengur eiginlega ekki upp að vinna þessi fagbréfaferlið í beinu samstarfi við staka vinnustæði eða inn á vinnustöðunum nema bara litlum hluta og því rafmennt framkvæmda og samræmingaraðili fyrir alla þróun og allt mat og fræðslumiðstöð atvinnulífsins eftir sem áður með vottun og gæðastjórn og annað slíkt. Við höfum lokið fyrstu 5 fagbréfunum og þjálfun fatsaðila tilbúin og erum því að bara leggja á stað með þau mjög fljótlega. Og svo ég að velta fyrir þessu fyrir mér. Við erum sennilega búið með 5 og eigum 500 eftir. Þetta ágætt sko. Við erum 1% komið. En vonandi veikst kannski í hraðinn örlítið. En svo hérna 2 glærur. Þetta alveg að koma. Og svo, hvað þau viðbót? Við þurfum eins og við vorum svolítið að benda á. 5 búin, 500 eftir. Við þurfum að smíða færibandi. Við þurfum einhvern veginn að horfa á allt ferlið sem við höfum verið að vinna hingað til og sjá hvernig við bæði fjármögnum það. Peningurinn nokkurn veginn til allavega fyrir svona hjá okkur. Við erum tiltölulega góða menntasjóði sem eru virkir og eiga fé fyrir þessu til að byrja en við þurfum einhvern veginn að láta það virka, tengja við þetta ferli og koma þessu af stað þannig að við getum ekki bara verið að 5 á ári heldur kannski 100 á ári eða svo. Síðan samhliða þessu eins og ég nefndi áður við okkur sárvantar kortlæninguna. Okkur vantar öll starfsheiti á íslensku sem til eru hvort eru sambærilegi hæfni við önnur starfsheiti í svipuðum geirum vonaf. Engu að síður þegar við búum til fagþrep á hæfni fyrir 1 starf og þegar segjum að það lenda á hæfni þrepi 2 eða 3, þá verður tiltölulega góð mynd af því hvaða kröfur eru fyrir hæfniþrepi fyrir neðan og hæfniþrepi ofan í leiðinni. Þannig að mögulega kannski getum við farið styttri leið. Ný fagbréf sem bætti við á efraþrepi til flýtilið. Við erum að velta þessu fyrir ykkur og svo það að því að partur af fagbréfunum líka ef að fólk nær ekki öllum kröfum fagbréfsins þá þurfum við að bjóða upp á einhvers konar þjálfun eða námskeið og þá þurfum við einhvern veginn að átta okkur á þessu mjög dýnamíska umhverfi hvernig við gerum það ekki með þeim formerkjum að við þurfum að safna í heilan bekk eða heilt námskeið heldur við þurfum að geta unnið þetta á einhvers konar mentorkerfi eða einhverju slíku og mun hraðar og mun sveigjanlegar heldur en við höfum gert hingað til. Nú ég að missa röddina. Já, ég alltaf á 100 km hraða, hvort sem ég stressaður ekki, sko, þannig að það bara eins og það sko. Nei, ég ekki komin, sko, ég ekki grátklökkur, ég bara svo mikið sem ég ætla að koma hérna til, sko. Herðu, allavega. Þannig að fer ég að velta þessu fyrir mér hérna, sko. Fagbréf vegna afmarkaðra starfshátta. Mjög augljóst og bara strax á fyrsta samtali út af fyrsta fagbréfi þá erum við byrjað að velta fyrir ykkur að við getum metið og búið til fagbréf fyrir starfið. En svo ertu með 5 á vinnustæðnum og svo ertu með 1 sem svona með aðeins meiri áherslu á eitthvað. Hann leiðtóni í hópnum, hann samt ekki stjórnandi, hann einhvern veginn. Og svo viðbót eftir 2 ár þá verða komin í 9 þættir í þessu tæknistundastörf, þannig við erum ekki að uppfært fagbréfin. Svo þurfum við að geta mögulega tekið fyrir það sem ætlar að bera ábyrgð á öryggismálum eða andlegri heilsu eða guð má vita hvað, ekkomálin, það endalaus farvegur allir þessu sem við þurfum að finna. Mjög stór ef að 10 til 10 manna fyrirtæki verði með sér manneskju sem í fullu starfi við það að vera ekkofulltrúi fyrirtækisins. En við þurfum engu að síður að geta fundið út hvernig getum vottað að þessi manneskja sé til þess bær og hæf, þó það sé ekki nema 5% af hennar starfi.
Gætu svo fagbréf tengt vottanir og námskráði sem erlendir aðilar standa á bakvið. Það væri gríðarlega verðmætt að ég lendi allar þessar 3 stafa skammstöfunar gráður að við getum einhvern veginn innvinklaðar inn í íslenska, allavega símenntunarkerfið með því að mögulega nota þær sem hluta af einhvers konar fagbréf eða samhliða í gefa út fagbréf. Og svo þá þetta sem við endum síðan alltaf á, einhvern veginn þurfum við síðan að leysa það hvernig fólk fer og yfirfærir þekkingu og hæfni inn í formlega skólakerfið, milli starfsgreina og allt það. Símenntunarkerfið versus formlega skólakerfið. Er þetta ekki eitthvað sem við getum leyst bara á morgun? Annað var það ekki. Takk.